Kæru útskriftarefni og kæru gestir. Já, þetta mikill hátíðardagur hjá okkur. Hjartanlega til hamingju með daginn og þennan glæsilega áfanga. Ég lofa ekki að vera leiðilega en ég reyna að vera allavega svona innlag. En það oft talað að lífið sé ferðalag og þið eruð í dag að ljúka ákveðinni leið eða ákveðnum áfanga á þeirri leið sem að þið eruð á. Og ég trúi því að þið gangi hérðan út með fullt af nýrri þekkingu, hæfni, samböndum, vináttu og fleira sem að þið taki með ykkur í næstu ferð. Þið hafið náttúrulega sýnt mikinn dugnað, þrautseigju og hæfni, annars værið ekki stödd hér í dag. Og það sem er mikilvægast af öllu, þið hafið staðið með ykkur sjálfum. Ég held að það sé, doktorspróf er ég með, en það sem ég hef lært mest í lífinu mikilvægast af öllu að standa með sjálfum sér. Og sem einmitt kom svo glögglega skemmtilega fram í ræðinu hérna á undan. Og ég vil bara hvetja ykkur öll til að halda áfram að standa með ykkur. Finnið ykkar leið og ef þið finnið þörf innra með ykkur að breyta eitthvað til, takast á við meiri ábyrgð, skiptum verkefni eða eitthvað slíkt, látið ekki óttan stöðva ykkur. Haldið áfram að vaksa, svo gaman að vaksa og svo gefandi og það er ekki bara gefandi fyrir ykkur. Það er gefandi fyrir samfélagið, það er gefandi fyrir fjölskyldunar ykkar. Þetta gefur öllum. Þannig að við viljum bara meiri vöxt og þeir eru rétt að byrja. Já, þannig að ég vil einnig hvetja ykkur til að klappa ykkur á bakið og þetta er ekki sjálfgefið og það er mjög mikilvægt að þið fagnið vel í dag því að svona árangur á að stimpla inn. Af því að ef við látum þetta einhvern veginn hjá líða, það var nú svo sem ekki neitt, þá svona gerum við lítið úr allir sem við erum búin að leggja á okkur. Þrautsuguna, vökunæturnar, verkefnin, allt sem við þurfum að leggja á okkur. Þannig að ég bara segi áfram þið og bara enn og aftur til hamingju og við erum mjög stolt á ykkur og hlökkum til að fylgjast með ykkur í framtíðinni.